Jón, en hvernig með sko, hina pólitísku afleiðingar af þessu? Hinar pólitísku afleiðingar? Sko, menn segja sem svo. Sko, nú eiga allir að einbeita sér að björgunarstarfinu á strandstaðnum og þá nú eins gott að menn séu að því og séu ekki að þvælast fyrir. Það er veitt. Og látum spyrjum okkur, sko, hér er ríkisstjórn með mikinn þingmeirihluta, Sjálfstæðisflokkur, Samfylking. Sjálfstæðisflokkur hefur haft forystu og borið ábyrgð á stjórn efnahagsmála á Íslandi í 20 ár. Hann hefur bæði haft forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann. Leiðtogi Sjálfstæðisflokksins, sem ber höfuð og herðar yfir aðra leiðtoga þeirra eigin mati, var forsætisráðherra sem mótaði þá efnahagsstefnu sem nú hefur beðið gjaldþrot, skipbrot, og seðlabankastjóri sem presiderar yfir rústum peningamálastefnunar. Á strandstaðnum nú verið að ræða björgunarleiðangur. Og það er númer 1, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn versus Rússalandsvon. Og ef það er rétt að seðlabankastjórinn sé núna genginn í lið með Rússum og vilji Rússalán, en á andvígur samningi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þá er það grafalvarlegt mál auðvitað í þessu stjórnarsamstarfi. Í öðru lagi, ef að seðlabankastjórinn harðneitar að horfast í augu við afleiðingar gerða sinna og bera ábyrgð á gerðum sínum með því að víkja, ásamt með öðrum í seðlabankastjórnin, þannig að hægt sé að endurreisa traust. Það er ekki hægt að koma fram fyrir erlenda skuldunauta og stofnanir með þennan sama seðlabankastjóra. Það er bara ekki hægt. Það er alveg sama hvaða nafn maðurinn ber og hver hann er, þá er bara staðreyndin sú að við verðum að skipta þar áhöfn af því að við verðum að reyna að byggja aftur upp traust. Það hljótum við að gera með nýjum mönnum. Nú, ef að þetta gengur ekkert eftir, þá getur stjórnin ekki ráðið við verkefni sín. Og hvað á þá að gera? Á þá ekki að vísa, ef að pólitíkusarnir eru ekki til nokkurs nýtir, geta ekki tekið ákvarðanir til dæmis hluti eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, geta ekki tekið hluti að nokkur maður axli ábyrgð á óförum okkar, geta ekki tekið ákvörðun að marka stefnuna fram í tímann til Evrópusambandsins. Hvað er þá ríkisstjórn? Hvað er hún að gera? Já, það er verið að ríkisvæða allt, það er með öðrum orðum verið að staðfesta endanlega hugmyndafræðilegt og praktískt gjaldþrot ofsatrúar markaðshyggjunar, það sé heima trúboðsins, og ekki bara hér, heldur á heimsvísu, sem að staðfestir það að við höfum upplifað tvö hugmyndakerfi hrunin, annars vegar kommunisman sem féll í Berlín 89, 9. september, ekki kapítalisman sem slíkan, heldur nýfrjálshyggjuna, þetta sem aldrei var neinn hagvísindi, heldur heimatrúboð, afgamanna, sem tröll reið heiminum frá 1980 og er núna í rústum, sviðin jörð. Eftir stendur ein merkileg þjóðfélagstilraun frá seinustu öld sem blífur, og hún heitir þjóðfélag jafnaðarstefnunnar og velferðarríkið og er í Evrópu, þar eigum við heima. En hvernig búum við svo til réttláts? Hvernig deilum við þessum gæðum út aftur? Við verðum núna í við erum að byrjunarreit, við erum eftir að fara í þetta tekur mörg ár. Við viljum ekki hafa Norður-Kóreu? Nei, við viljum ekki Norður-Kóreu og við ætlum ekki að ríkisvæða. Auðvitað munum við að lokum aftur taka upp þær spurningar. Nú eru bara neyðarástafanir. En þetta líka rifjar upp. Hvernig var einkavæðingin framkvæmd hérna? Hún var auðvitað án regluverks og án stuðnings af leikreglum virks lýðræðislegs ríkisvalds. Þetta var úthlutun, þetta var bögglaviðboð, pólitískt og enn eitt til að læra af. Þegar þar að kemur að við förum að endurreisa fjármálakerfi íslenska, þá verðum við að gera það í samvinnu við erlenda aðila. Við verðum að opna Ísland þannig að hér verði starfandi erlendur banki til aðhalds og samkeppni við innlendu klíkurnar. Og rannsóknarnefndina sem við eigum að skipa, þá skulum við bara horfast í augu við það að Ísland er pínulítið klíkusamfélag, pólitískt klíkusamfélag, þar sem að klíkur hafa farið sínu fram með heimatrúboð og hagsmuna vensl og tengsl. Það er alveg eins og krossvenslin í eignarhaldsfélögum auðkýfingana. Það er eins í pólitíkinni. Þú verður alltaf að fara í ættfræðitöflur eða vera mjög vel að þér í klíkuvenslum til þess að vita hvar hagsmunirnir liggja. Það þýðir ekkert að tala að við lærum af reynslunni með rannsóknarnefnd verður skipað á klíkubrotunum. Við verðum að fá sérfróða erlenda menn inn í þessa rannsóknarvinnu, bæði af því hún er tæknilega flókin og líka vegna þess að klíkumönnum er ekki treystandi fyrir því.
Svo hvítbókin verði ekki hvítþvottabók. Ella verður hún, sko við þurfum svartbók, ekki hvítbók. Já, já. Eins og þegar fiskistofnarnir hrundu, þá var það svarta skýrslan.